Þetta hérna stutt upptaka til að sýna hvernig við getum notað Excel til að halda utan gögnin í matardagbókinni. Ég er búin að búa til hérna smá dæmi þar sem ég er búin að slá hérna inn dagur 1, hér morgunmatur og ég myndum okkur einhver að fengi sér Honey Nut Cheerios, léttmjólk og epli og hér eru grömmin. Athugið að í Excel kemur sjálfkrafa allar tölur fara til hægri, svo ef að tölunum hans eru ekki hægra megin, ef þær eru vinstra megin eins og hér, þá þýðir það að Excel er ekki að nema töluna sem tölu og þá þarf að skoða það. Getur til dæmis verið að maður þarf að nota punkt í staðan fyrir kommu eða eitthvað svoleiðis, eða hafi óvart stegið inn bil, það getur líka fært þetta til, en þetta á sem sagt sjálfkrafa að lenda hérna hægra megin. Svo er ég búin að skrifa hérna hluta af því sem við eigum að halda utanum, orka og hérna fyrir neðan einingin, bara svona til að minna mig á. Prótein, kolvetni, viðbættur sykur, fita, mettuð fita, trefjar, þetta er allt mælt í grömmum. D-vitamin sem er mælt í mikrogrömmum, ég skrifa það nú bara UG, og járn sem er mælt í milligrömmum. Og svo bætum maður bara áfram við hérna því sem maður ætlar að halda utan viðbætt C-vitamin og svo framvegis. Fyrir ofan, eins og sést, er ég búin að skrifa hér hvað er í 100 grömmum. Þetta finn ég með því að fara á þessa síðu hér, leiti í gagnagrunnum, geri hérna fæðu eftir íslensku heiti. Ef að maður finnur ekkert svoleiðis, prófa þá eftir ensku, prófa að nota fleirtölu í staðinn fyrir eintölu. Pera er til dæmis undir perur en ekki pera, og maður má svona fikta með þetta. Og það vil til að ég man að Cheerios er undir hafraringir. En ef maður hefði farið á ensku og skrifað Cheerios, þá hefði maður fundið það líka eftir því. Og svo smelli ég hérna, og þetta var Honey Nut eða hunnangs, svo ég smelli á það og fæ þetta upp, tek hérna kílókaltöluna, athugið ekki kílósjúl, heldur kílókal, skrifa hana hér. Ég er að skrifa hérna í sama dálk eins og hérna fyrir neðan. Þetta er ágætt að hafa kannski headings að ég ætla bara að velja þessar allar, ég er bara með músinni, ég geri Ctrl og C, færi músina hérna upp og íti á Enter og þá afritast það. Ég get líka einbyggt á Ctrl+V og ég get líka notað hérna copy og paste hérna uppi. Það er mjög þægilegt að afrita alls konar hluti í Excel. Svo slæ ég hér inn, ég finn viðkomandi tölur, orkutöluna, prótein, kolvetni, passa mig að lesa skýrt af, svo er prótein 9 grömm, kolvetnir hérna 73,7 grömm. Passi ykkur undir viðbættur sykur, setjum við ekki sykrur, því það eru bara allar 1 og 2 sykrur sem eru náttúrulega í matnum. Við veljum hérna viðbættur sykur, það er viðbættur sykur. Trefjaefni og svona, svo spóla ég bara niður, þá til ég búin að finna D-vitamin, Cheerios er vitamin bætt, svo það er D-vitamin hérna í því. Og spóla áfram niður, finn járn og allar þessar tölur færði ég hérna inn. Þannig að þetta er allt gildi í 100 grömmum. Þetta er svona einn þægilegasta leið til að láta Excel reikna fyrir mann, skrá niður 100 gramma gildin, og sjáðu ég er búin að gera þetta fyrir léttmjólk líka og fyrir epli líka. Og svo hérna læti ég Excel reikna. Það bendi ykkur á 1 og við förum og finnum hérna dæmis léttmjólkina. Léttmjólk. Að ef það stendur 0 í gagnagrunnum, þá þýðir það að það er búið að mæla það og það er 0 og þá ættum maður líka að skrifa 0 í Excel-skjalið. Ef að hins vegar það er autt eða eitthvað svona bandstrik, þá þýðir það að talan er ómæld og þá væri viðeigandi að skilja dálkinn eftir auðan í Excel eða seluna. En nú ætla ég að sér ykkur hvernig við notum formúlurnar í Excel til að reikna þetta út. Hér hef ég til dæmis borðað 40 grömm af Cheeriosinu, en þessi tala hér og allar hérna miðað við 100 grömm. Svo til að ég þurfi ekki að handreikna allt sjálf, ætla ég að láta Excel gera það. Ég skrifa jafnt og, alltaf þegar maður ætla að láta Excel gera eitthvað þá byrjar það á jafnt og. 40 deilt með 100. Það er því að ég fekk mér 40 en magnið er í 100. Og svo ger ég sinnum, maður nota hérna stjörnuna og vel þessa selju hérna. Og svo íti ég bara á Enter.
Þannig að nú hún búin að taka 40 hundruðustu af þessari tölu og rekna nót. Og hér kemur ástæðan fyrir þessu snögt að nota Excel. Til þess að láta hann að gera það sama fyrir próteinin, kolvetnin og svo framvegis, þá setjum ég bara músina hérna sjá því neðst í hægra hornið, þannig að hún breytist í svona mjóan plús og dreg. Og þegar ég geri það, sjáu þið, þá hún að afrita, ef þið horfið hérna upp, nú þetta 40 deilt með 100 sinnum D2 sem þessi. 40 deilt með 100 sinnum E2 sem þessi. Þannig að hún afritar formúluna en breytir alltaf númerinu á sellunni. Þannig að ég fæ alls það réttar tölur. Svo ger ég þetta með léttmjólkina líka, segi hérna jafnt og nú 145 grömm, svo ég sé 145 deilt með 100 sinnum og svo vel ég selluna. Því ég handskrifa ekki 45, ég vel hana. Það svo ég geti dregið hérna aftur eins og aðan, sjúp, og kóperað allt dótið, eða afritað. Og ég ætla að gera eplið mitt líka, 50 deilt með 100 sinnum, þess að sinnum með svona stjarna. Hún vel alltaf á tölulyklaborðinu og enn ætla ég að draga. Þannig að nú ég búin að skala allar þessar eplatölur fyrir 150 grammin sem eplið var. Þegar við erum búin að gera þetta fyrir allan daginn og það ástæðan fyrir að þægilegt að hafa þetta hérna í 100 grömmum, hér bæði af því að þá getum við afritað allt svona, við þurfum í rauninni aldrei að reikna í höndunum nema fyrstu töluna og líka því að kannski erum við stundum að borða það sama fleiri en einn dag og þá getum við alltaf farið hérna upp og sótt þetta. Þegar ég búið með daginn minn, nú myndi ég setja hérna alltaf hádegismatur og svo fekk ég mig kannski keks eða eitthvað og svo framvegis. Þegar ég búið með daginn minn, þá ætla ég að taka alls, eða samtals. Ég ætla að taka alltaf alls fyrir hvern dag. Og þá nota ég Excel aftur og legg saman. Ég geri jafnt og sum og opna svega og svo vel ég allar tölunar. Við ætla bara að byrja hérna efst og segjum ég búin að skrifa fullt af tölum hérna allar niður og velja þær allar og loka sveganum. Og svo bara íti á enter. Og þá Excel búin að leggja saman fyrir mig þessar tölur og náttúrulega ef það hefði verið eitthvað meira hérna. Þið sjáu ef ég bæti til dæmis við tölu þá hún komið með í samtöluna en ég ætla að gera undo því ég ætla ekki að hafa hana. Og svo alveg eins og áður þá get ég bara dregið þetta út og afritað. Þá hún hér að leggja saman þessar tölur og við sjáum það hérna uppi D21, D35. Hér hún að leggja saman þessar tölur og svo framvegis. Þannig að aftur ég mjög hraða leið til að reikna allt út. Það síðasta að við viljum láta Excel hjálpa okkur að reikna hlutföll orkuefna á hverjum degi. Munið í skýrslunni á að koma fram hvað fengum við mörg prósent af orkunni úr kolvetnum, próteinum og svo framvegis. Og þá getur við fínt að skrifa hérna bara til að minna sig á. Í kolvetnum 4 kaloríur, í próteinum og kolvetnum líka, sykri líka út í það farið, 9 í fitu og auðvitað mettari líka, enga kaloríur í trefjum. Þannig að ég geti þá notað Excel hérna og gert bara jafnt og þessi sinnum þessi. Þá ég komið með kaloríunar úr próteinu. 4 sinnum 8,98. Ég hefði geta gert þetta í höndunum en að því gera þetta svona, þá get ég núna aftur afritað. Þannig að hér hún að segja þessi sinnum þessi, hér hún að segja þessi sinnum þessi og hér hún að segja 9 sinnum 4,5. Þannig að nú ég komið með hérna úr þessum morgumat, þegar ég ger þetta fyrir allan daginn, þá verða allar tölunar. Hvað eru hérna margar kaloríur úr próteinum og kolvetnum og svona vegis. Og svo get ég skrifa hérna kannski prósent og til að finna í hverju tilfelli hvað þetta mörg prósent af heildinni, þá ger ég hérna jafnt og þessi deilt með svona skástrygg þessi og ég ætla að gera bara enter hérna strax. Nú hún alltaf að gefa þetta upp sem hlutfall en ekki prósent, þetta í rauninni 12%. Hér ætla ég til þess að geta kóperað að gera eina smá breytingu. Í staðinn fyrir að það standi, sjáu þessi sala hérna C37, í staðinn fyrir að standi bara C37, því að þá þegar ég drega þetta til, mun hún líka draga C37 til, þá ætla ég að festa hana og ég ger það með dollaramerki. Ég skrifa dollar á undan C og dollar á undan 37. Svona.
Þá þýðir það að þegar ég afrita í gegnum allt, þá hún allstaðar að nota C37, en talan fyrir ofanstrik alltaf talan beint fyrir ofan mig. Svona. Þið getið séð þetta þegar ég prófaði þetta sjálf og skoðið. Ég get látið Excel sýna mér þessar tölur sem prósentur ég vil. Ég get farið hérna í Format Cells, Number, og vel hérna Number. Nei, ég vil ekki Number. Ég vil hérna Percentage fyrir ekki. Og kannski vil ég hafa 2 komur, 2 tölur fyrir aftan komu, og svo ger ég OK. Og nú gefur hún þetta upp sem prósentur. Gæslega þægilegt. Þannig að nú veit ég að úr þessum morgumat kom 12% orkunar á próteinum, 70 rúmlega úr kolvetnum, þar af 15 úr viðbættur sykri, svolítið mikill viðbættur sykur í þessu seriósi, og svona framvegis. Og ég get með þess að stemt mig af, til dæmis hérna bara aftast, með því að skrifa jafnt og sam. Svo nú ætla ég að leggja saman þessar. Nei, ég ætla ekki að gera allar saman. Ég ætla að leggja saman, ég ætla að bakka hérna. Ég ætla að leggja saman bara tölurnar sem eru prótein, kolvetni, fita, því viðbættur sykur innan í þessu. Þannig ég ætla að gera þessa. Svo held ég inni kontrolltakkanum, þessa og þessa. Þess að gera prótein, kolvetni, fita, vegna þess að viðbættur sykur inn í kolvetnum og mettu fita inn í fitu. Svo loka ég sauganum og hefði nú viljað sjá tölur sem væri 100%, en það þá einhver skekkja, einhver stær útrenningum. Það eitthvað sem maður getur skoðað. Maður ætti helst að fá allavega mjög nálægt, 96,4 reyndar frekar nálægt. Maður ætti að fá nokkur nálægt 100%. Kannski gerði einhver stær einslátt að vilja uppi. Eða svo þarna efst. En þetta svona tékk hvort að maður hafi örugglega reiknað þetta rétt út. Ef maður fær 2000 eða 23, þá eitthvað skrítið í gangi. Ég vona þetta hjálpa ykkur aðeins að sjá hvernig þið getið notað Excel. Þetta sjálfsög ekki eina leiðin, en þetta þægileg leið til að nota Excel til að reikna út fyrir matadagbókina.